Góðan daginn, ég ætla að taka fyrir skák sem talin að margra mati besta skák ársins 2025. Með hvítt Pragn Anandandana, þetta martraða nafn að bera fram, og Richard Rapport frá Ungverjalandi með svart. Þetta var telt í einhverju svona bikarmóti sennilega í Úsipikistan, ef maður rétt. Og Richard Rapport, ég svona alltaf haldið svolítið upp á hann, mér finnst það svona með skemmtilega hugmyndir og hæfileikaríkur strákur. En kannski tegir þess að stundum á langt að reyna að vera skapandi í skákum, en ég hef alltaf gaman að því. Já, en uppkom sem sagt G6 og Prag, stytta nafnið hans í Prag, leik F3 og hugmyndi með F3 semst að hvítir svona eiginlega forðast einhver svona grunnfeld stöðutýpur, semst hvítir ekkit vill ekki fá þetta á sig sko. En að vísu getur alveg svartuleiki D5, en það bara svona einhver teóría. Ég nú ekki sérfræðingur í þessu, en ég ætla bara að vinda mér að skákinni. Og uppkom E4, D6, rittari C3, rókering, rittari G2. Og þetta semst semisabrið í kóngsentursku vörn. Og aðri þekkti leikir eru þetta biskup 1-3 og biskup Gunna 5. En Indverjinn leik rittari 1-2. Og þá kemur svona fyrsta athyglisverða hugmyndin hjá Richard, hann leik A6. Og sérst hugmyndin hjá svörtum að leika B5 fljótlega, fórna P-ði, en þá fær hann svolítið að opna línur, ekkert ósvipað og bara jafnvel í Benko Gambit. Og hvítið þar svolítið tíma að koma rittaranum á E2 í spilið sko, það svona hugmyndin. Og biskup 1-3, rittari D7, dronning D2. Þetta nú svona eðligi leikir, hvítur alveg opið fyrir því að fara að ráðast á svartan og kóngsvæng, hugsanlega hrókera langt. Og þá leik Richard B5 sem ég myndi telja þetta bara besta leikin sko. Það líka svona já, það alveg rökrétt að leika B5 fyrst maður búin að leika A6 á annan borð sko. En það kom líka alveg til greina að leika C5, getið telst eitthvað með svona eða svona, en B5 svona, ég fíla þann leik persónulega nokkuð vel sko. Og hvítur svaraði með H4, blés til sóknar. Við getum aðeins skoða hvað gerist ef hann dreipur á B5, sem líklega ekki gott. Já, og þá svartur semst hugsanlega að fara að reynilega D5 sem fyrst og opnit allt, já, því að kóngurinn á E1 sko. G4 líka athyglisvert, gæti fara að koma ykkur að skákir í því, en við skulum bara halda okkur í skákina. H4, já, hvítur bara semst ignorar allt sem að gerast á drottningvæng og blæst til sóknar. Og hér leit Richard H5, vill stöðva framgangin hjá hvítum á kóngsvæng. Löngkrókun, sem nú sennilega brákill leikur, sennilega hafa allir eða báði verið undirbúnir. Og G4 gæti verið einhver leikur, hér einhver skáskýringar og þetta G4 á að bjarga þessu öllu. En ok, H5, löngkrókun, E5. Og ef svartur neitt rittari B6, þá hvítur líklega átt rittari F4 og stendur ágætlega
að mér sýnist er undirbúið G4. Þannig að Richard leikur E5, D5, loka stöðunni. Nú það voru alveg ýmsir aðri leikir, biskup H6 skal greina biskup G5, jafnvel G4 getur telst eitthvað með svona. Hugsanlega er B4 eitthvað vörn, en þetta er náttúrulega mjög flókin staða. Og E5, D5 og riddari B6, athyglisverður leikur. Sem sagt Pétur upp í C4 hefur telst þrisvar hérna eftir riddari B1 sem er svona hálfgerður tölvuleikur. Þá er þetta nú líklega alveg ágætt á hvítan sko. Hann er að fara með riddari E C3 og svo getur hann að fara að taka á C4 með biskup. Líklega var þetta eldhúsborðið hjá Richard, riddari B6, biskup upp í B6 og tekið. A-truppi B5 kongur B1 valdar A-truppi og hérna kom B4 sterkuleikur. Riddari B5. Richard hefur líklega verið búin að sjá hugmyndina sem kemur með í næsta leik. Búm. Riddari dreipur D5, 2 upprópunarmerki. Og svo ef hann dreipur með drottningu þá verðist þetta nú bara vera ansi slæmt á svartan eftir B3 skáka H6. Nú kongur D2 kongur D8 á drottningina. Þannig að þetta verðist ganga allt saman upp hér. Prag drap á D5, biskup F5, kongur A1. Nú er náttúrulega alltaf smá hætt á A-línni. Hvítið þarf alltaf að vera vakandi fyrir fórn á A2 eða bara hrókur A4 eins og hann gerði sem fær 2 upprópunarmerki. Og hér er náttúrulega drótning A8 í kortunum, B3 og svona ýmsar hótanir á kongsvæng, neða drótningvæng. Svo völdum við þetta peð á B4 með hrókur A4 og biskupinn á G7 getur fyrir að lifna yfir honum með að fyrir að leika E4 og góðum tímapunkti. Og riddarinn á B5 er eiginlega fastur á B5. Og Prag-leik riddari C1. Nú getum aðeins skoða hérna riddari G3. Hvernig gæti hugsanlega telst. Hér er með eitthvað framhald. Hrókur C5 upprópunarmerki. Og Svartason heldur áfram, hangir á B5 og E4 skák getur verið að koma líka. Þetta er mjög óþægilegt á hvítan sko. Hvítur er vissulega hróki og kall yfir en ég myndi alltaf taka frekar svart hérna. Biskupinn á G7 er svo rosalega sterkur hérna. E4 skák, hrókutur B3 getur verið að koma bara með máti fljótlega sko. Sem B3 gæti verið teflanlegt en það lítur nú svolítið skeri út. Biskupinn hansi öflugir hérna á F5 og G7. Við sjáum að þetta beinist allt að svarta kongnum og svo getur hrókurinn farið að C8 eða A8 þetta er aðtökum. Það er mjög skemmtileg staða á svartan. Þannig að Prag-leik riddari C1 valdar B3-rautin, valdar A2 og loftar upp fyrir biskupnum á F1. Og svartu verður svona má nú kannski ekki vera ofærikær en leikur hérna rólegur leik drótning D7. Já
Þannig að hrókur A8 getur verið að koma, eða einhverjir hróksleikir, hrókur C8. Nú skákinn heldur biskup C4. Bara sína hvað gott á drókningun á D7. Ef hann leikur biskup D3 þá getur við brátt hérna hrókur A5 og náði í rittaran á B5. Hann leikur biskup C4. Hrókur C8. Drókning 1-2 valdar einleikurinn. Og hérna leik sem sagt Richard eina leiknum sem heldur skákinni gangandi sóknarlega E4 góðu leikur. Það gæti freista kannski að leika hrókur A5 en það virðist ekki alveg virka hérna út af hrókur A5. Rittar A5 og kongur B3 og hvítur ætti að vinna þetta. Þannig að Richard svona var á tannum og leika E4 opna fyrir rosalega sterkan biskup á G7 og hérna komum mistök hjá Pragg eitthvað gaf undan, hann leik biskup B3 sem mistök. Nú eftir byrja E4 hefði ekki verið gott. Við sjáum hvað sóknin rosaleg, hvítur alveg niður njörfaði sko. Drókning bara A3 að koma eða eitthvað slæmt. En besti leikurinn var hrókur H1 til að reyna að verjast. En það mjög erfitt að finna þennan leik held ég. Semst E-dribur og B3 upprópunummerki, biskup-dribur. Og hér á semst að hvítur rittari B5. Drókning D7 og hugsanlega verður bara að þráleika hérna. Það ekki auðvelt að sjá þetta sko, en líka svona sálrænt svolítið erfitt að fara bara þráleika með hvítu. Biskup B3 og núna verður þetta svolítið erfitt. Drippið, hrókur A5, hótar á B5. Biskup C4 slæmilegur, það var betra að fara á D4 en ég meina við erum með ógnarsterka biskupa og gott spil að mínum mati sko. Biskup C4 og hérna kannski bara gott að stilla þessari stöðu upp á skákborði, svona æfing. Hver besti leikur svarts hér? Ég spreita sig bara hérna og hugsa eins pása. Biskup C2, 2 upprópunummerki, takk fyrir. Eflaust eru einhverjir sem voru að spá að drepa á C4 en þetta verðist vera ágætt á hvítan hér sko, hrókurinn á B5 á enga reyti sko. Biskup C2. Nú hugmyndin ef hann drömmur drottningu, þá getur drömmur drottningu á B5 og delt þetta svona. Og það að koma hrókudröpu B2 og það bara búið sko. Svo hóttum við þetta biskupinn á B5. Þannig að biskupinn hann eiginlega friðhelgur á C2, hrókur D2, búm, annar góður leikur. Biskup A4, hótar á B5, rittari D4, hrókur AC5, rittari C6. Nú ef hann hefði reynt B3 þá kemur B5 upprópunummerki og þessi sókn ætti nú að örugglega vinnast á svartan held ég. Tekið á D5 eða A4 og biskupin á G7 svo rosalega góður og beðin eru mjög sterk. Rittari C6, biskupdrepur, rittari Bjarni 3, kom hérna millilegur. Nú ekki gekk að taka á C6, þá bara með drottningu og við erum að fara að vinna lið tilbaka og við erum tveim byggðum yfir. Rittari B3, hrókudrepur C4, upprópunummerki. Biskup Bjarni 5.
Svo hugmyndin ef hann dreipur á B4 þá missir hann drottninguna. Þannig að þetta svona svo góð symfónía, allir hljóðfæralekararnir eru að spila sinn besta leik og dróning 1-4, biskup C4, dróning A4 fer over á hótun, hrókur C2, B5 og riddari C1, hrókur 1-8 og svartur hámarkar hérna virkni kallana, lærdómsríkt. Sem sagt, bara sína dæmi ef við ættum leik hérna þá getum við hugsanlega bara dreipið á A2, B3. Svona smá taktík, þannig að hvítur drap á C4, B-dreipur, drottning dreipur, búm, B3. Opna línur, mikilvægir en peðið, þeir eru með svo, biskupin á G7, sem strístir á B2-peði hérna og við erum alveg til í að opna B-línu líka fyrir hrókin, sko. Hrókur D1 og ef riddari dreipur B3 þá kemur dróning F2, hrókur B1, hrókur 1-2 og það er bara algjörlega búið. Hótun á B2 er of erfið að eiga við, sko. Hrókur D1, B-dreipur A2, drottning dreipur, dróning F2, hrókur 1-3 og hér gaf sem sagt hvítur sattur lífdaga, öll peðin að hrynja. Já, og þetta er svona eiginlega hálfgert, eiginlega svona hálf klassist meistarverk, myndi ég segja bara. Hvernig svona flottur kóngsöndir er hjá svörtum. Já, svona hvernig getur farið úrskeiðis hjá hvítum ef hann er ekki alveg á tánum, sko. Þessi skák er já, að margra mati talin besta skákin árun 2025 og ég er eiginlega bara sammála því, sko. Mér finnst þú mjög flott og stílhrein, sko. Takk fyrir.